Núna ætla ég aðeins að fara yfir hvernig best að finna myndbönd inn á þessari síðu. Þetta er tekið í nóvember 2021. Fyrir í haust fékk ég tilnefningu til íslensku menntaverðlaunanna fyrir þessa síðu fyrir framúrskarandi þróunarverkefni. En það er yfir 3000 myndbönd hérna inni. Hérna er ég á forsíðunni. Hér eru spilunarlistar. Fyrsti heitir Ísland og af hverju og hvernig kemur hérna næst. Þessir tveir eru svona meira til gamans, þannig er fullt af myndböndum sem er alveg hægt að nýta í kennslu. Svo koma náttúrufræði myndbönd, sem sagt, hér er fyrir 7. bekk, 8. bekk, 9. bekk og svo 10. bekk. Þetta eru myndböndin sem ég er að nota í Álftanesskóla. Ég er endar ekki að kenna 7. bekk náttúrufræði núna og misjafnt hverjum ég er að kenna starffræði. Ég set alltaf þá spilunarlista sem ég er að nota hverju sinni svo núna í 8., 9. og 10. bekk. Síðan kemur stærðfræðin 7, 8, 9 og 10. Það er hægt að opna þessa spilunarlista og sjá miklu betur hvað er hérna. Og þið sjáuð, bara í þessum spilunarlista stærðfræði 9. bekkur eru 98 myndbönd. Og þau, að fyrir svolítið eftir úr hvaða bókum þetta er unnið, stundum heita þau eins og kaflarnir eða millikaflarnir í bókunum. Þetta eru alls konar myndbönd og þið þurfið bara svolítið að fletti gegnum þetta. Það er engin ein leið til þess að finna þetta. En þetta eru þessi svörtu myndbönd. Í stærðfræðinni er ég nefnilega með öðruvísi myndbönd líka og ég ætla að sýna ykkur hérna aðeins. Hérna eru spilunarlistanir og hér sjáu þið alls konar spilunarlista, en stærðfræðimyndböndin sem dæmi eru ýmist svört eða græn. Grænu stærðfræðimyndböndin, þá er ég bara að útskýra eitt hugtak og hérna sjáu þið, hérna eru 651 myndband. Hérna útskýri ég bara eitt hugtak í einu, þannig að ef ég slægi inn í leit hugtakið þríhyrningur, þá fæ ég alls konar myndbönd. Mismunandi þríhyrningar, sum svört, sum græn og þá get ég bara séð, byrju, er þetta eitthvað sem er að svara því? Og sjáðu, ég fæ upp fleiri myndbönd í leitin heldur en eftir mig. Ef að ég er að slá inn eitthvað eins og til dæmis fall, þá kemur eitthvað allt annað upp í leitinni. Þá getið þið prófað að bæta við bara gauti í leitina og þá fáið upp myndböndin mín. Þannig að þetta er svolítið spurning hvernig maður leitar. En það eru fleiri spilunarlistar svona. Ég er búinn að gera svona orðskýringamyndbönd í náttúrufræði líka. Sjáðu, hérna er eðlisfræðin, stjörnufræðin, líffræðin, það eru 860 myndbönd tæplega. Og ég er byrjaður að vinna svona orðskýringamyndbönd í samfélagsgreinum líka. Í náttúrufræðinni þá er þetta svolítið spurningum eins og samstarfskona mín nefndi einhvern tímann við mig eða við eitthvað þegar vorum að tala um þetta og einhver var að spyrja úti hvernig væri hægt að finna þetta. Bara fyndu hvað bókin heitir og ítt á play og þá byrjar hann að tala. Sjáðu, hérna er kennslubókin mannslíkaminn. Hérna er kennslubókin eðlisfræði 1. Hér eru flestar kennslubækurnar sem er verið að nota í náttúrufræði, sérstaklega á elsta stiginu. Ég hef ekki búið til mikið fyrir miðstigið, af því ég hef bara ekkert verið að kenna á miðstiginu undanfarin ár. Hérna er stjörnufræðin, hún fylgir yngri sérstaklega kennslubók. Svo eru alls konar aðrir spilunarlistar. Hérna er spilunarlisti sem heitir ítarefni. Þetta eru alls konar myndbönd bara hitt og þetta. Já, hérna eru samfélagsfræði orðskýringarnar. Furðudýr vikunar, þarna seti ég einn cirka 1 myndband á viku. Þannig að þetta er spurning, annarkvort að leita eftir leitarorðum, getið þá smelt inn gauti á eftir, eða hreinlega fari og fletta í gegnum spilunarlistana. Ef að þið eruð í vandræðum með eins og stærðfræðimyndböndin, hvað er kaflinn sem þið eruð í? Reynið að finna einhver orð í bókinni sem koma oft fyrir eða er í fyrirsögnum og leitið eftir því. Það er eitt kannski viðbót sem ég ætla að nefna, ef þið eruð í vandræðum
Til dæmis eru þið í jöfnum í 9. eða 10. bekk og eða stæðum eða hvað það er. Einhverju svona það sem eru í raun mörg myndbönd. Ef ég fer inn í stærðfræði 9. bekkur þá eru hérna aftarlega einhver staðar hérna stæður, mörg myndbönd stæður og svo jöfnur. Ef að þetta er á flókið, ef ykkur finnst ég fara of hratt hérna, bakkiði, farið í myndbönd í 8. bekk yfir stæður. Sama ef þið eruð í 10. bekk, það er á flókið, skoðið 9. bekkjarefni. Því að þetta er alltaf bara spurning að þið finnið sjálf, finnið myndbönd sem útskýra það sem ykkur vantar. Veit enginn af því ef þið eruð í 9. bekk og eruð að horfa á 8. bekkja myndbönd. Skiptir engu máli. Það sem skiptir máli er að þið séu að ná tökum á efninu. En það er allavega nóg efni í henni, það er bara spurning að nýta sér það.